Það sem heillaði með þetta handrit var fyrsta lagi sem er þetta mjög spennandi saga og hún mjög svona trúverðug í því sem er að gerast í íslensku samfélagi. Það svo frábært að finna thriller sem tengist mjög dramatískt inn í íslenskan veruleika en hefur þessa þessa thriller byggingu sem ég alltaf mjög hrifinn af og hefur gaman að vinna með. Fokkin fótinn! Fokkin fótinn! Fokkin hálfviti! Já, ég vil hafa hlutina svolítið raunverulega og finna átök í þeim og ég gerði sumt á stöndunum sjálfum og mér finnst það skemmtilegt. Ég hef gaman lagi og ég mun gera það meðan ég hef heilsu til. Ég hef svolítið þörf fyrir hreyfingu, syndi töluvert stundum, hleyp, ég er mjög góður hlaupari, kannski ekki góður hjólreiðamaður eins og hlaupari en mér fannst það meira spennandi að meiri hraði og það bara hjólamennska er og óðbóðslega vinsæl í dag og mér finnst það einhvern veginn gefur svo ákveðið modern nálgun. Þetta er maður sem myndi gjarnan fara í Ironman eins og annarkur íslenskur læknir hefur farið í ef það klifur ekki Everest. Þannig að það var mjög skemmtilegt blanda af manni sem er mjög successful, komin á þennan aldur, 50, en er að berjast við þyngdaraflið og hérna halda sér í formi og vill ekki eldast og deyja. Mjög næs. Ekki eins og enn, bara kvikku stoppaði, Já. Mér fannst bara mjög gaman að gera þessa mynd. Ég naut þess rosalega að vera bara með félögum sínum og vinnum margra ára. Ég er búinn að vinna með þessu fólki mörgu 10-15 ár. Þetta eru topp fólk með því besta og þú fari ekkert endilega betra fólk úti, alls ekki. Og vera með þeim í þessu og ekki hafa nóg tíma til að gera þetta, það var algjör lúxus. Man hlakkaði til að fara í vinnu á hverjum degi.